ætla að tala aðeins myndgreiningar við ykkur. Það hafa verið gerðar hellingur af rannsóknum hér og þar í líkamann þar sem teknar eru myndir, til dæmis röntgenmyndir eða segulómanir af hinum og þessu svæði í líkamanum. Það hefur verið gert í hnénu til dæmis og þá finnst að mörgum sem hafa aldrei glímt við nein vandamál í hnénu og finn ekki fyrir neinum verkjum vantar til dæmis krossbönd. Í bakinu á mörgum og í raun og veru þegar fer að líða á ævina flestum sem eru einkennalausir, þá eru með brjósklos einhvers staðar. Það sem þetta þýðir er að þó eitthvað sjáist á myndgreiningum, þá þýðir það ekki að það sé að valda manni vandamálum eða verkjum. Það þýðir samt ekki að ef að maður fer í myndatöku og eitthvað sést, að það sé ekkert endilega að valda manni vandamálum. Og þess vegna þarf maður að læra að meta hvenar myndgreiningin er rétt á tólið og hvenar ekki, og hún er alls ekki alltaf rétt á tólið. Þumalputtaregla er að maður á ekki að fara í myndgreiningu nema það myndi breyta meðferðinni. Oft eru vandamál í líkamanum frekar tengd því hvernig maður hreyfist, hvernig styrkurinn er, hvernig miðtaugakerfið bregst við upplýsingum frá svæðinu og hvernig hreyfistjórnin er. Stundum getur það verið út af því að eitthvað þrýstir á einhverja taug eða út af því að það kemur þrýstingur á sin við þessa hreyfingu. Það sést reyndar oft illa í myndgreiningum af því að myndgreiningar eru oft teknar í ákveðinni stöðu en ekki við hreyfingu. Stundum og mjög oft er það út af því að það er rifa í vöðva, og það sem ég er ekki að segja er að myndgreiningar séu fullkomlega gagnslausar, en ef þú ferð í myndgreiningu og það sést eitthvað einhvers staðar og það getur vel verið að þú hafi verið með það vandamál í mörg ár og ekki fundið fyrir því, það sé í raun og veru ekki vandamál. Heldur er það bara eitthvað eðlilegt sem að á sér stað í líkamanum af því að það er eðlilegt að maður glími við hitt og þetta, sérstaklega þegar maður fer að eldast. Annað sem skiptir mjög miklu máli varðandi myndgreiningar er hvernig maður tengir svo við þær. Ef að maður fer í myndgreiningu og fær mynd af bakinu á sér og fær þau skilaboð að bakið er ónýtt, þá er það skilaboð sem að geta ýtt undir verki. Af því að hvað gerir maður þegar maður fær skilaboð að bakið á sér sé ónýtt? Maður lendir í því að finnast allt hræðilegt, maður á erfiðara með að samþykkja ástandið og maður tekst kannski ekki alveg jafn vel á við það sem hægt er að gera. Það sem við vitum, ef að fólk fer í myndgreiningu og myndirnar koma illa út, er að það er ekkert endilega víst að það sem sést á myndgreiningunni sé að valda verkjum, og það er líka ekkert endilega víst að einstaklingar þurfi að finna alltaf til, og ef þau finna til þá er oft hægt að lifa með því á mjög góðan hátt. Það þarf að passa sig mjög mikið þegar kemur að myndgreiningum hvernig maður tengir við myndgreiningarnar og að vita hvað myndgreiningarnar þýða. Myndgreiningin þýðir ekki að þú finnur til. Myndgreiningin þýðir ekki að það sé gemd eitthvað staðar endilega, en myndgreiningin getur hjálpað til að útskýra hvað gæti verið í gangi
hún gæti séð eitthvað sem að vissulega þarf kannski að vinna með, hvort sem að þeir með sjúkraþjálfun eða þá með einhvers konar aðgerðum eða einhverju þannig. Og ég er alls ekki að segja að myndgreiningar séu gagnslaust fyrirbæri, en það þarf alltaf að passa upp á að þær séu notaðar rétt og þær eru ekki heilagar.